Rómverjabréfið 4. kafli. Hvað eigum við þá að segja Abraham forföður vorn? Hvað ávann hann? Ef hann réttlætist af verkum, þá hefur hann hrósunarefni, en ekki fyrir Guði. Því hvað segir ritningin? Abraham trúði Guði og það var reiknað honum til réttlætis. Þeim sem vinnur verða launin ekki reiknuð af náð, heldur eftir verðleika. Hinum aftur á móti sem ekki vinnur en trúir á hann sem réttlætir óguðlegan, trú hans reiknuð til réttlætis. Eins og líka Davíð lýsir þann mann sælan sem Guð tilreiknar réttlæti án tillits til verka. Sælir eru þeir sem afbrotin eru fyrirgefin og syndir þeirra huldar. Sæll sá maður sem Drottinn tilreiknar ekki synd. Nær þá sælubóðum þess aðeins til umskorinna manna eða líka til óumskorinna. Vér segjum, trúin var Abraham til réttlætis reiknuð. Hvernig var hún þá tilreiknuð honum? Umskornum eða óumskornum? Hann var ekki umskorinn, heldur óumskorinn, og hann fékk tákn umskurnarinnar sem staðfestingu þess réttlætis af trú sem hann átti óumskorinn. Þannig skyldi hann vera faðir allra þeirra sem trúa óumskornir til þess að réttlæti tilreiknist þeim, og eins faðir þeirra umskornum manna sem ekki aðeins umskornir, heldur feta veg þeirra trúar faðir vor Abraham hafði óumskorinn. Ekki var Abraham eða niðjum hans fyrir lögmálið gefið fyrirheitið að hann skyldi verða erfingi heimsins, heldur fyrir trúar réttlæti. Ef lögmálsmennirnir eru erfingjar, trúin ónýtt og fyrirheitið að engu gjört. Því að lögmálið vekur reiði, en þar sem ekki lögmál, þar eru ekki heldur lögmálsbrot. Því fyrirheitið byggt á trú til þess að það sé af náð og megi stöðugt standa fyrir alla niðja hans, ekki fyrir þá eina sem hafa lögmálið, heldur og fyrir þá sem eiga trú Abrahams. Hann faðir vor allra, eins og skrifað stendur. Föður margra þjóða hef ég sett þig, og það hann frammi fyrir Guði sem hann trúði á, honum sem lífgar dauða og kallar fram það sem ekki til, eins og það væri til. Abraham trúði með von gegn von, að hann skyldi verða faðir margra þjóða, samkvæmt því sem sagt hafði verið, og svo skal afkvæmi þitt verða. Og ekki veiklaðist hann í trúni þótt hann minntist þess að hann var kominn að fótum fram. Hann var nálega tíræður, og að Sara gat ekki orðið barnsamandi sakir elli. Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörðist styrkur í trúnni. Hann gaf Guði dýrðina, og var þess fullviss að hann þess máttugur að efna það sem hann hafði lofað. Fyrir því var það honum og til réttlætis reiknað, en að það var honum tilreiknað, það var ekki ritað hans vegna einungis, heldur líka vor vegna. Oss mun það tilreiknað verða sem trúum á hann, sem uppvakti Jesú Drottinn vorn frá dauðum, hann sem var framseldur vegna misgjörða vorra og vegna réttlætingar vorrar uppvakin. Rómverjabréfið 5. kafli. Réttlættir af trú höfum vér því friðið Guð fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Fyrir hann höfðum vér aðganga þeirri náð sem vér lifum í og vér fögnum í vonum dýrð Guðs. En ekki það eitt, vér fögnum líka í þrengingunum með því að vér vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæði fullreind, en fullreindin von. En vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs úthellt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss gefin. Meðan vér enn vorum óstyrkir dó Kristur og settum tíma fyrir óguðlega, annars gengur alla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann, fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn, meðan vér enn vorum í syndum vorum. Þar sem vér nú erum réttlættir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa oss frá reiðinni. Því ef vér vorum óvinni Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum vér frelsaðir verða með lífi sonar hans. Nú erum vér í eitt sátt teknir, og ekki það eitt, heldur fögnum vér í Guði fyrir Drottni vorn Jesú Krist, sem vér nú höfum öðlast sáttargjörðina fyrir. Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina, og þannig dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. Því allt fram að lögmálinu var synd í heiminum, en synd tilreiknast ekki meðan ekki lögmál. Samt sem áður hefur dauðin ríkt frá Adam til Móse einnig yfir þeim sem ekki höfðu syndgað á sömu lund og Adam braut, en Adam vísar til hans sem koma átti.
En náðargjöfinni og misgjörðinni verður ekki jafnað saman, því hann hafa hinir mörgu dáið sakir þess að einn féll, því fremur hefur náð Guðs og gjöf streymt ríkulega til hinna mörgu í hinum eina manni Jesú Kristi, sem náðargjöf Guðs. Og ekki verður gjöfinni jafnað til þess sem leiddi af synd hins eina manns, því að dómurinn vegna þess sem hinn eini hafi gjört var til sakfellingar, en náðargjöfin vegna misgjörðar margra til sýknunar. Ef misgjörð hins eina manns hafði í för með sér að dauðinn tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja gnótti náðarinnar og gjafa réttlætisins lifa og ríkja vegna hins eina Jesú Krist. Eins og af misgjörð einsleiti sakfellingu fyrir alla menn, þannig leiðir af réttlætisverki eins sýknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðað syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hina mörgu. En hérvið bæti svo lögmáli til þess að misgjörðin yrði meiri, en þar sem syndin jókst, þar flóði náðin yfir enn meir. Og eins og syndin ríkti í dauðanum, svo skyldi á náðin ríkja fyrir réttlæti til eilífs í Jesú Kristi, drottni vorum. Rómverjabréfið 7. kafli. Hvað eigum við þá að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist? Fjarri fer því, við sem dóum syndinni, hvernig ættum við framar að lifa í henni? Eða vitið þér ekki að allir við sem skírðir erum til Krists Jesú, erum skírðir til dauða hans? Við erum því dánir og greftraði með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi, eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans. Við vitum að vor gamli maður með honum krossfestur til þess að líkami syndarinnar skuli að engu verða, og við ekki framar þjóna syndinni. Því að sá sem dauður leystur frá syndinni. Ef við erum með Kristi dánir, trúum við því, og við munum með honum lifa. Við vitum að Kristur uppvakinn frá dauðum deyr ekki framar. Dauðin drottnar ekki lengur yfir honum. Með dauða sínum dó hann syndin í eitt skipti fyrir öll, en með lífi sínu lifir hann Guði. Þannig skulu þér líka álíta yður sjálfa vera dauða syndinni en lifandi Guði í Kristi Jesú. Látið því ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama yðar, svo þér hlýðni skyndum hans. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ranglætis vopnum, heldur bjóði sjálfa yður Guði sem lifnaða frá dauðum og limi yðar Guði sem réttlætis vopn. Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þér undir lögmáli, heldur undir náð. Hvað þá? Eigum við að synga af því að við erum ekki undir lögmáli, heldur undir náð? Fjarri fer því. Vitið þér ekki að ef þér bjóðið öðrum sjálfa yður fyrir þjóna og hlýðið honum, þá þér þjónar þess sem þér hlýðið. Hvort heldur syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis? En þökk sé Guði, þér voruð þjónar syndarinnar, en urðuð af hjarta hlýðnir þeirri kenningu sem þér voruð á valdgefnir. Og þér gjörðust þjónar réttlætisins eftir að hafa verið leysti frá syndinni. Ég tala á mannlegan hátt sökum veikleika yðar, því eins og þér hafið boðið limi yðar óhreinleikanum og ranglætunu fyrir þjóna til ranglætis, svo skulu þér nú bjóða limi yðar réttlætunu fyrir þjóna til helgunar. Þegar þér voru þjóna syndarinnar, þá voru þér lausir við réttlætið. Hvaða ávöxtu höfðu þér þá? Þá sem þér nú blegðist yðar fyrir, því að þeir leiða að lokum til dauða. En nú, með því að þér eru leysti frá syndinni, en eru orðnir þjónar Guðs, þá hafið þér ávöxtu yðar til helgunar og eilíft líf að lokum. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Rómverjabréfið 7. kafli. Vitið þér ekki, bræður, að ég hér að tala til þeirra sem lögmál þekkja, að lögmáli drottnar yfir manninum svo lengi sem hann lifir. Gift kona að lögum bundin manni sínum meðan hann lifir, en degi maðurinn hún leyst undan lögmálinu sem bindur hana við mannin. Því mun hún hórkona teljast ef hún að manninum lifandi verður annars manns, en degi maðurinn hún laus undan lögmálinu svo hún ekki hórkona þótt hún verði annars manns. Eins erum yður, bræður mínir, þér eru dánir lögmálinu fyrir líkama Krists til þess að verða öðrum gefnir, honum sem var uppvakinn frá dauðum, svo að við mættum bera Guði ávöxt.
þegar við lifðum af holdsins hætti, störfuðu ástríður syndarinnar sem lögmálið hafði vakið í limum vorum, svo að vér bærum dauðanum ávöxt. En nú erum við leystir undan lögmálinu, þar sem vér erum dánir því, sem áður hélt á spundnum og þjónum í nýjung anda en ekki í finnsku bókstafs. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fer því, en satt er það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gindina hefði ekki lögmálið sagt, þú skalt ekki girnast. En syndin sætti lagi og vakti í mér allskyns gynd með boðorðinu. Án lögmáls er syndin dauð. Ég lifði einu sinni án lögmáls, en boðorðið kom lifnaði syndin við, en ég dó. Og boðorðið sem átti að verða til lífs, það reyndist mér vera til dauða, því að syndin sætti lagi, dró mig á tálar með boðorðinu og deyddi mig með því. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Var þá hið góða mér til dauða? Fjarri fer því. Nei, það var syndin. Til þess að hún birtist sem synd olli hún mér dauða með því sem gott er. Þannig skyldi syndin verða yfir sig syndug fyrir boðorðið. Við vitum að lögmálið er andlegt en ég er holdlegur seldur undir syndina. Því að ég veit ekki hvað ég aðhefst. Það sem ég vil, það gjöri ég ekki, en það sem ég hata, það gjöri ég. En ef ég nú gjöri einmitt það sem ég vil ekki, þá er ég samþykkur lögmálinu að það sé gott. En nú er það ekki framar ég sjálfur sem gjöri þetta, heldur syndin sem í mér býr. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu. Að vilja veitist mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil gjöri ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjöri ég. En ef ég gjöri það sem ég vil ekki, þá er það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það, heldur syndin sem í mér býr. Þannig reynist mér það þá regla fyrir mig sem vill gjöra hið góða að hið illa er mér tamast. Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmál í limum mínum sem berst á móti lögmáli hugar míns og hertekur mig undir lögmál syndarinnar í limum mínum. Ég, aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist drottinn vorn, svo þjóna ég þá sjálfur lögmáli Guðs með huga mínum en lögmáli syndarinnar með holdinu.